Dísela Lárusdóttir, sóparasönguna, vertu kærlega velkomin á Sönghátíð í Hafnarborg. Takk fyrir kærlega. Og mér langaði til þess að spyrja þig vegna þess að ég hef áhuga og ég veit að margir aðrir hafa líka áhuga. Svona, hvernig þú hugsar söngtækni, hvernig þú hugsar til dæmis öndun, stuðning, plaseringu raddarinnar. Hvernig til dæmis hugsar þú öndunina? Hvernig andar þið? Fyrir mig persónulega þá þarf ég að hugsa mjög svona niður og til hliðar yfirleitt. Þetta náttúrulega mjög mismunandi eftir söngvurum, eftir mismunandi líkamstýpum. Ég til dæmis með mjög langan líkama og ég ekki að tala um holdafar, ég að tala um bara lengdina á miðað við fætur og bara búkinn sjálfan Þannig að þeir sem eru kannski með styttri búk, þeir kannski myndu lýsa þessu öðruvísi. Mér svolítið áhugavert reyndar að ég náttúrulega byrja sem í minni músík kennslu, fræðum, þá byrja ég að spila trompet. Já. Og í lengri tíma þá voru alltaf kennararnir mínir að segja að ég vissi nú svo mikið andardráttinn, ég þyrfti ekki voðalega mikla leiðsögn í þeim efnum. En þegar ég var aðeins lengra komin þá fór ég að átta mig á því að þetta er alveg tveir gjörsamlega ólíkir hlutir. Og náttúrulega öndunin skiptir, þetta er náttúrulega algjört grundvallaratriði í söng, eins og við vitum. Og ég myndi lýsa til dæmis þannig þegar maður spila á trompet þá er þetta svolítið styttri öndun. Auðvitað þarf hún líka að vera djúp en hún er einhvern veginn örlítið styttri, hún er örlítið sneggri og hún er náttúrulega svo bara fullt af þrýstingi sem kemur upp. Og í söng þá þarf þetta algjörlega akkurat að vera öfugt, slaka og ég myndi kannski, ef ég ætti að koma með myndlýsingu þá myndi ég kannski segja, heitur pottur eða eitthvað, maður þá bara alveg, og sem getur verið svolítið svona vafasamt þegar maður kannski að syngja eitthvað hratt og maður hefur kannski ekki mikinn tíma til að anda. Og kannski líka mikið stress eða ekki út í próduksjón og svoleiðis. Og kannski er maður að hlaupa og maður að klára langar frasa. En þá er mikilvægt einmitt að halda sér opnum og leyfa kannski loftinu frekar að detta inn í staðinn fyrir að sjúga það inn og leyfa einhvern veginn og passa alltaf að vera slakur af því það náttúrulega getur myndast svo mikið streita bara í hálsinn og þá í tunguna og kjálkan og þá ertu komin í algjöra vitleysu. Ef þú passar þig ekki að andardrátturinn sem er algjört grundvallaratriði að minnsta kosti sé slakur af því að svo náttúrulega er söngurinn sjálfur alls konar vandamála byggjandi og það er hægt að finna streitu alls staðar. Og það er volið þægilegt að geta allavega útilokað andardráttinn í þessari streitu. Og það var eitt sem að mig langaði sérstaklega að spyrja þig út í sambandi við raddtækni því að nú ert þú með svona rödd og hefur náð tökum á því að gera það sem ég myndi kalla kannski svona fleyta röddinni áfram. Það er svona þegar þú syngur sérstaklega háa nótur, það er svona eins og röddin fljóti einhvern veginn í loftinu og þú syngur alveg rosalega fallega pianissimo, svona veikar nótur. Þannig að mig langaði til að spyrja þig, hvernig fer það því að syngja svona veikt hátt uppi? Það í rauninni þarf miklu meiri orku og miklu meiri stuðning í þessar veikunótur heldur en nokkuð tímann í sterkunóturnar. Það þarf að vera mikill fókus á röddinni og mikilvægt að raddböndin séu í góðu formi til þess að þau nái almennilega saman. Loftflæðið er það er talsvert minna en maður þarf að finna þetta einsog í rauninni á sama tíma sem að maður er að anda frá sér. Sem er náttúrulega kannski, þetta er þetta mjög mikil þversögn, ég veit, og kannski líffræðilega og ómögulegt en það er tilfinningin. En það er þessi tilfinning sem að fara að koma til að leyfa bara svona ringing hljóði og vibratónu að sjá vinnuna í rauninni. Og hugsaðu einhvern veginn röddina, reynirðu svona að staðsetja hana á einhverjum ákveðnum stað?
Já, það náttúrulega fyrir eftir í hvar í skalanum maður stattur, en ef við erum að tala háanóturnar, mikilvægt að þetta sé allt opið hérna og það þarf alltaf að vera slakt hér, þetta þarf alltaf að vera opið á þennan veg, ef við getum útskýrt það þannig. Og þetta þarf einmitt að vera galopið, ég er ekki að tala sko að vera nefmæltur, heldur bara opna nefið. Já, nýta sko ennishólurnar, nei, kinnhólurnar heitir þetta víst. Og já, og leyfa bara nota resonansi sem að kemur út frá þessu. Já, maður þarf alltaf gaman að djóka með að vera ljósær sópran, að hafa allt bara tómt og opið og það hugsa ekki alltaf mikið. Ég ekki verið að hugsa mikið, bara að leyfa þess að gerast. Nei, en þetta er þetta hellings sko tækni. Þegar þú talar opið, er það þá svona einhvers konar tilfinning fyrir þá? Já, það er þessi geisputilfinning í rauninni, þessi geisputilfinning sem að er í rauninni einhvers konar eins og, þú veist, já. Þannig að þú reynir einhvern veginn að halda innsókstilfinningunni eftir að þú byrjar svo að syngja. Já, en á sama tíma halda sko fókus og rödd þannig að hún sé mjög framalega. Takk kærlega fyrir þetta var aldeilis áhugaverðar umræður og vonandi gagnlegar og örugglega mörgum sem eru að horfa á. Þannig að takk kærlega fyrir Dísela Lárusdóttir og vertu hjartanlega velkomin á Sönghátíð í Hafnarborg 2017.